Segðu það á Samstöðinni. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu aftur. Ég heiti Oddný Eir og við höldum áfram með maraþonið okkar, málþófið okkar og splæsum í helgispjall númer 2 í dag. Það var helgispjall í morgun eins og allt var laugardögum, en nú erum við með svona kvöld helgispjall og ég var svo heppin að fá til mín mjög góða konu. Það Þóra Karítas Árnadóttir. Gaman að sjá þig. Takk fyrir að stökkva hérna inn í beinu útsendinguna. Ég var bara að taka áhættuna. Já, hvernig, það ekki allir sem að svona taka áskoruninni og hérna stökkvinn. Ég var búin að segja svo oft nei við, ég gat ekki ekki skorust undan, líka bara því að mér datt ég að þið værið að safna og mann finnst mikilvægt að hafa fleiri en eitt fjölmiðil og fleiri en 2. Já, takk fyrir það. Þannig að mér finnst ég bara þurfa að leggja mitt á vogarskáni. Já, þakka fyrir. Af því að þetta svona, heldur þetta virkið svona þessi aðferð að bera, kannski, það náttúrulega bara flestir sem veit ekkert af þessari aðgerð okkar, en kannski fyrir þá sem að fylgjast með, þá þetta svona, við erum allavega að gefa þau skilaboð að við erum að reyna að leggja okkur öll fram með þannig. Já, ég meina, þú veist, þetta bara fallvaltur heimur, þessu fjölmiðlaheimur, þetta bara svo kvikmyndagerðin. Þetta ströggl að kosta peninga að halda þessu við og þá, þú sagði mér ekkert að vera að safna, ég hugsaði bara, ok, af hverju ætti það að vera í útsendingunótinni? Það lítur að vera eitthvað. Já, einmitt. Þannig að þú náð því samhengi, já. En svoleiðis að ef ég má kannski kynna þig, þú ert náttúrulega leikona, rithöfundur, leikskáld, fjölmiðlakona líka. Og hvað myndir þú segja að þú gerðir eða? Ég bara farin að segja að ég fáist við skrif og leiklist. Okay. Og held ég bara þannig opnu. Ég svolítið í dagskrárgerð líka fyrir sjónvarp. Í rauninni, ég get eiginlega ekki sagt dagskrárgerð, en ég framleiðslu. Ég að framleiða sjónvarpsþætti líka. Og en í því felast oft svo mikil skrif. Þannig ég með svolítið svona marga bolt á lofti. Bara ef ég segi bara hvað núna framundan, þá það ég bara var að skrifa undir hjá Þjóðleikhúsinu sem mjög gaman. Það með leikstjórnarverkefni þar eftir áramót og þar ég að fara að fjósaði leikskáld. Ég myndi ekki titla mig leikskáld til dæmis vegna þess að ég hef ekki skrifað leikrit en nú ég að fara að stökka út í djúpulaugina af því að ég var svo heppin að fá að vera í verkefni sem í svakalega góður hópur sem að fara að skrifa, þetta svona, við kallum þetta samsköpunarverk og þetta einu heimildaleikhús sem mjög spennandi og þetta 3 ungir leikarar sem að eru stórkostlegir og minnst ég bara svo heppin að fá að vera með þeim í þessu samsköpunarverkefni þannig að það kannski geta til að með leikskáld eftir það verkefni í apríl 2026 en við erum bara í næstu viku að byrja. Okay. Og mér dreymt svo lengi að gera þetta vegna þess að þegar ég var í leiklisskóla, ég var í London, þá elskaði ég spuna. Ég elskaði spuna. Þess kom ég nú með snælduna hérna til að við getum spunnið þetta. Nákvæmlega, þú fannst þetta á þér. Þér til heiðurs. Já, en þá var svona, þá fekk maður kannski æfingu, þú var í leiklistina með, þá myndi ég senda þig heim, eða þú ættir að hugsa það helgina, og þú kom með vandamál í skólan á mánudaginn og þú fær að tala við sálfræðingu það. Og þá náttúrulega þessi svona spennandi mörk á milli skáldskapar eins og sannleikans og allt þetta sem hægt að leika sér svo mikið með og kannski Mike Lee þekktastu fyrir þetta en það svo auðvelt að fara í eitthvað svona realisma sem svo spennandi í bíó og mér hefur svo lengi langað að vera með hópa leikurum af því að maður hefur áhuga á að skrifa og leikstýra og vinna svona frá grunni og þessi hópur búin að vera að þróa svona hugmyndin í svolítið tíma svo fæ ég að koma svona ferska að þessu og í rauninni byrja upp á nýtt en þeir eru efniviðurinn og efniviðurinn að þeir eru allir með uppruna í 2 heimsálfum eru rammíslenskir en geta rakið sér til Afríku og Asíu og svolítið merkilegt að Unnsteinn Manuel með mér í þessu hann einn af þessum strákum og við kynntumst í Afríku
og það svolítið sérstætt að kynnast í Afríku. Kynntumst í Malaví og þá var ég að koma fyrir hönd UN Women og þetta var svona draumur að reytast. Ég bara trúði ekki þegar það ringdi í mig. Ég held að vera að fara að biðja mig að sko mann ekki safna eða vera svona voice over að lesa yfir eitthvað. En þá sérst fekk ég að fara og taka viðtöl og það var verið að fjalla það var söfnun á RÚV sem að verið að í rauninni reyna að útrýma barnahjónaböndum. Og þá var Unnsteinn svona held ég eitthvað verndari í UN Women eða eitthvað svona allavega var hann á þeirra vegum að gera eitthvað annað, taka þátt í einhverjum málþingi. Þannig við hittumst þar og svo var myndatökumæðurinn okkur svo sólbrendur, hann fekk alveg svona sting sko, nema Unnsteinn, þú veist ég hugsa, leit fyrst og fremst á hann sem tónlistamann þá, en svo fatt að hann er svona eins og við, þú veist hann líka í fjölmiðlum eða þannig að hann bara tók myndavélina og bjargaði okkur þarna síðasta tökudaginn þegar myndtökumæðurinn var alveg frá. Nema það, út af því ég var í þessari ferð með honum, að þá sem sagt, nokkru síðar, þegar ég var beðin að taka mér að gera svona þætti fyrir Sjónvarpstímans var fyrirtæki sem heitir Republic sem að baði mig að vera sérst með þáttagerð svona uppruna fólks og þá datt mér hug Unnsteinn fyrst vegna þess að þá vissi ég að mamma var frá Angola og hann hafði aldrei komið þangað og hann var í fyrsta skipti að fara til Afríku þegar við fórum saman og þannig að þetta er einhvern veginn alltaf svolítið raðast ofan á hvert annað og þannig að það var svo djúp svona tenging af minni hálfu við hann í þessari ferð sko af því að maður að ferða svona langt maður alltaf, við sváum alla leiðina nema ekki hann út sko, svo held ég var sagt um ævisöguna á bakaleiðinu sko ykkur svona svefn þannig að ég var svona, ok, ég þarf ekki að byrja svona, við þurfum ekki að byrja að kynnast og en getum byggt svolítið ofan á þennan grunn, þannig ég þekki svolítið fortíðina hans, þannig ég er svona núna að reyna forvitnast meir hinna. Og hann þekkir svolítið þína fortíð að því að þú skelltir hérna í ævisögunni í flugvélinu. Já, akkurat. Það er ekkert sem ég get bætt við. Já, kannski nokkrum köflum síðan þá. En það voru 2 hugtök sem þú nefndir þarna, sem ég var eitthvað spökulega hvort þú vildir útskýra betur fyrir okkur. Þú útskýrir spunan fyrir okkur. Fyrst sagðirðu Heimildaleikhús. Heimildaleikhús, já. Sko, það er til dæmis eitthvað sem ég hef ekki unnið áður. Af því að leikrið sem ég gerði síðast í Þjóðleikhúsinu, Orð gegn orði, það er ekki sönsa ykkur einnamannesku, heldur í rauninni svona samsuða úr ótrúlega mörgum málum, sönnum málum sem að lögmaður þess að fjallaðum, ég veit ekki hvort þú sást að Ebba Katrín lék einleikinn og að fjallaðum stelpu sem að í rauninni ákveður að hún er lögmaður og rosalega svona flott í sínu starfi og er eiginlega alveg svona bíræfin næstu og lendir svo sjálf í því að þurfa að fara í gegnum kerfið og kæra og þá fáum við svona alveg hina hliðina. Nema höfundurinn er lögmaður og hún heitir Susie Miller og hún var búin að starfa í 30 ár við að vera réttargæslumaður brotaþola. Þannig að hún móðar úr þeirri reynslu og býr til verk. Þannig að þetta var ekki svona byggt á mannesku einni, heldur kannski bara öllum sem hún starfaði með. En þetta er svona, þannig erum við með manneskjurnar, við erum að taka söguna þeirra, en það sem mér finnst skemmtilegt er alltaf þessi, þú veist ekki hvenær er lygi og hvenær er sannleikur. Þannig að við munum líka leika okkur svolítið mikið með formið. Og kannski koma aftana með eitthvað og þú veist, við ætlum að vera svolítið í skemmtigýr. Við erum í rauninni næstu í að vinna með uppstandsformið að einhver leiti, en þeir eru náttúrulega allir líka einhverju tónlistamenn og þú veist, þannig að þetta verður svona svolítið sirkuspartí, sko. Og heimildaleikhúsi er í rauninni, já, stundum í heimildaleikhúsi hefur bara fólk sem hefur ekki lært að vera leikarar tekið þátt. Kannski, þú veist, bara einhver sem ákveður að vinna með eitthvað þema, svona site specific, þú veist, á stað, ekki andli í leikhúsi, kannski einhver rými, ákveður bara að gera leikhús úr rýminu. Það er kannski bara fólk sem er að í vinninni eða eitthvað. Og svo allt í hennu kannski eru bara svona smelt upp smá leikriti og ekkert endilega menntaði leikara að leika. En það er líka svona tækifæri til að leika sem er bara eins og sansan. Já, þú veist, að þú notar aðferðir skáldskaparins til þess að glæða sanna sögur lífi eða þannig. Þannig leikuðu svolítið með formið og kannski fer í taugarnar ég veit ekki hvað er sagt og hvað er logið. Svolítið að þú segir spennandi að vera mörgum sko sannleika og lígi, eða þannig skáldskapar. Já, skáldskapar, já. Sem að mér hefur fundist einmitt mjög spennandi og maður þarf svolítið svona með reglulegu millibili kannski svona minna sig ábyrgð af hverju er það svona spennandi eða mér finnst oft svona þegar maður finnst eitthvað svo spennandi og er að vinna kannski með það þá þarf maður svona á að tilbyrja af hverju sérstaklega kannski að maður svara einhverjum öðrum eða
eða kenna, betur, af hverju er það svona spennandi? Ég maður akkurat ekki núna, akkurat svona spennandi. Það sem ég hugsa þegar þú ert að segja þetta, núna þegar að ég er búin að taka nokkur svona viðtöl sko gervigreindina og sko upplýsingaóreiðuna, þar sem að akkurat þú veist, þegar blaðamennskan er orðin það skapandi eða þannig kannski ekki skapandi. Falsfréttir. Já, þegar falsfréttirnar eru sko, þá sem maður, betur, það er aldrei svona vont þegar þú veist ekki alveg munin, þannig að getur verið að það fólk hefur meiri þörf oft fyrir að bara fá að heyra satt þá og í rauninni það sem við erum að vinna með í þessa sýningu er þannig, við erum að fara rosalega nálægt þeim og svona segja satt og þeirra upprinn og allt þetta, svo kannski sprengjum við þeim á milli í eitthvað grín sko. Sem við kannski jafnvel segjum að hafa verið eða þú veist. En sannleikurinn er útgangspunktinn, en það er kannski bara tjáningin þarf að vera í leikliðinni eða svona, og þú veist, það má alveg vera bara heilagur sannleikur allt og ég held að allt sem, þú veist, þetta er bara svo spennandi að við erum að fara að byrja í næstu viku sko. Og þá er ég að fara að gefa þeim alls kyns æfingar sem við leikum okkur með og líka bara að spyrja þá út í alls kyns, þannig ég er á svona núllpunkti með þetta verkefni núna en samt búin að fá í hendunar þar sem þeir voru búin að þróa með Gretu leikstýru sem var með þeim á undan mér í svona, og þá var hún að láta það fór skrifaæfingar og eitthvað svona, þannig ég hef búin að fá smá efni við og ég sé svona hvað mér langar að bæta við og þannig að það er svo gaman að vera með einhverja vakandi forvitni og langar að fara dýpra inn í þetta. Hitt hugtaki var hérna samsköpun, var það ekki sem þú sagðir sko? Já. Þá er rauninni maður skilur það og allir áhorfendur og hlustendur skilji hvað þýðir samsköpun, en getur þú samt sagt það svona praktískt, þú veist, er þá engin höfundur sem er skrifað fyrir verkinu? Já, sko, leikskáldið er bara leikskáldið og einn með það, en í samsköpun þá var það oft leikhópurinn og leikstjórinn eða bara leikhópurinn sem eru þá höfundaverksins. Í þessu tilviki erum við öll, en ég legg samt rosa mikið upp úr því að ég er að hlusta á það og þetta er þeirra saga. Það er svolítið eins og ég skrifaði sögu mömmu. Þú veist, ég svona ímynda mér ég færi hennar spor. Þannig að ég er algjörlega að fara, þú veist, nota þeirra efni við ég kannski kemur ykkur tillögur og svona. En ég er samt að taka ábyrgðina á því að raða niður handritinu í rauninni. Og eins og maður gerir bara líka þegar maður er að leikstýra, það er oft miklu meira fyrst í texteldur en fólk fattar og þú veist laga þýðinguna og allskinn svona máti í munn leikara og eitthvað. Þannig að þetta er svona þannig samsköpunarverk að við erum að gera þetta saman en og berum í rauninni við erum öll til við höfundar af verkinu. Þetta er nú aldrei spennandi. Þetta er mjög spennandi. Þannig að þetta er að byrja núna og ég fæ viku núna og svo vinn ég úr því í rauninni og svo byrjum við æfi í janúar næsta ári og það er frumsýnd í mars. Þannig að við höfum smá svona, ég var bara dett inn í þetta núna, þannig við höfum, mér finnst bara eins og við dætti í lukkupottin, sko. En það hefur einhverja merkingu einmitt að byrja, er það ekki til að koma ferlinu svolítið eins og þú varst að segja í skólanum, að ef þú verður að biðja mig að fara í spuna, þá myndur þú gefa mér verkefnið og ég ætti samt yfir helgi eða einhver tíma, eða bara núna. Já, eða núna, það er svo erfitt svona. Já, og en þeir eru bara svo opnir og frábærir þessi strákar, svo ég er búin að vinna nokkra daga með þeim og svo þurftum við bara að vera rosa snögg að finna titil og færi myndatöku fyrir plakkut og svona, þeir eru búin að vera í þessum fasa, svo fáum við viku núna í svona djús, fáum bara verið friði við þessa vinnu sko og svo byrjar svona hefðbundi vinnuferli í janúar þar sem maður byrjar bara að æfa verkið. Svo ertu nú að klára annað verkefni sem kannski er ekki gott að vera að segja frá of mikið af því að það er svona, Já, það er verkefni sem ég hef verið að vinna fyrir RÚV sem er búið að vera í rauninni alveg 2 til 3 ára prósess og og ég er að vinna það með Sigursteini Másinni, ég get sagt það, en mér langar svo mikið að hann segi frá því frekar en ég ein. En þetta er mjög spennandi verkefni og við erum alveg búin að leggja líf og sál í þetta í rauninni og við erum búin að vera í tökum sem sagt, við tókum svona þróunartökur, við fengum þróunarstyrk frá KMI og þetta er svona, við erum bæði í tökum í Noregi og Íslandi og svo núna er að detta inn loksins framleiðslustyrkur frá KMI. Þetta tekur, þú veist, það eru alveg 2 ár síðan að við fengum hennar þróunarstyrk og ég held að við erum svona með þetta en kvikmyndasjóður var tómur og við þurftum að sækja aftur og ef það er eitthvað sem ég bara vil biðla til ríkisstjórnina þá er það stækkið hennar sjóð annars eru þau bara að borga fólki sko atvinnuleysisbætur, þetta er alveg galið þetta er svo rosalega atvinnuskapandi sko og við þurfum að vera svo miklu meiri lobbyistar
listafólki sem við kunnum ekkert en það þarf að stækka þessa sjóði því að þetta er bara, það er svo rosalega mikil uppgangur í greininni og Já, mikil þekking sem við safnast Svakalega. og það er aldrei synd ef það er einhvern veginn Já, eða fellur bara sjálfsig og þetta er bara ákvörðun stjórnmálfólks það er rosalegt, þetta er bara ákvörðun ráðamanna hvort við getum lifað af þessu ekki þú veist, ég hef bara aldrei verið jafn mikil áhætt störfsemi eins og núna við að framleiða hana þátt þetta er bara svakalegt svo allt í einu bara blessast þetta og maður bara, guð minn góður, hvernig blessaðist þetta og hvað er ég að pæla og bara, þú veist, með 3 börn og hund en þetta er svo fyndið, ég er bara eins og þetta sé maður einhvern veginn það er eitthvað þarna sem þér finnst þess virði og gaman, það er eitthvað að vera dálítið á bláþræðinum eða svona ég fæ ekki droslega mikið út af því, svona praktísið en mér finnst rosalega gaman að fást við það sem ég hef áhuga á og í rauninni detti bara inn í þetta af tilviljun en samt löngun þegar ég er í háskólanum, ég var bara rétt 20 þegar ég fæ símtal það verið að reyna að draga mig pólitíkina og ég var alltaf nei og nema svo var ég búin að samþykkja að vera fyrir hönd guðfræði nema okkur rosalega neðalegu sæti í Rösku og var alltaf verið að hringja og viltu verið þessa nefnd og ég alltaf nei og svo var hringt einu sinni og viltu gera sjónvarpsþátt á Skjá 1 háskólasamfélagi og ég bara já. Og þannig byrjaði þetta og þá datt ég inn í Skjá 1 og maður fattar það bara eftir á að þetta var kvikmyndaskólinn manns og maður gekk bara í öll störf og maður klippti, sátum í klippiherberginu bara alveg fram á því að koma því að setja þáttinn í útsendingu og maður var bara í A til Ö prósess og þetta var bara, ég elskaði þetta og náttúrulega þegar maður er svona ungur að fá að stjórna sínu vinnu því maður gjörsamlega sjálfur og gera það sem maður er áhuga að það er svolítið erfitt að fara frá því og í rauninni ég var að segja það fram mig að eina skipti sem ég var, ég hef einu sinni verið fastráðin og það var á Fréttablaðinu í gamla daga og ég held ég að verið þar í 1 ára því að svo fekk ég áttaði maður, ég væri með breskt vegabréf og þá kom ég inn og skrifstof til Gunnarsmára og bara ég ætla að fara í leiklist, þetta er eitthvað tákn hérna og þannig að maður það verður alveg stundum verið mjög svona skeri að vera einhvern veginn ef maður veit ekki næsta verkefni og er bara hvernig ætla ég að redda þessu svo allt inn eftir eitthvað inn og maður skilur þetta ekki og maður svona eina sem ég hef lært í þessu er bara að reyna að treysta og sem hefur stundum alveg verið mjög erfitt og þá maður farið ykkur örvending og rugl en það er bara eins og þetta sé eitthvað svona ef þetta lífi er eitthvað þroskaferðilag þá er þetta lærdómurinn í frílansbransanum að treysta einhvern veginn og ef maður ætlar að reyna að stýra ykkur sjálfur það einhvern veginn fyrir allt á hliðina ef maður ætlar eitthvað að reyna svona ákveða mikið já ég ætla að reyna að fá vinnu þarna eða eitthvað það er voðalega skrítið í þessu einhvern veginn og svo bara bætast ykkur egg í körfuna fór í ritlistina til þess að svona styrkja svona sjálfstæði í þessu af því að leiklistin ég lærði að vera leikari en fyrir mig var það ekkert augljósislega ég hugsaði þá alveg bara að það væri miklu auðvitað fyrir mig að fara í leikstjórn af því að ég fann það á Skjá 1 ég elska að vera að búa þetta til og bara sitja og hugsa konsept og búa það til og svo kannski nefndi ég ekki að fjöldaframleiða ég var ekki sérstaklega áhuga endilega á að vera á skjánum það var ekki, það heldur að hugsa þetta og hvernig konsept og nýtt konsept og gerum þetta og þannig að það er rauninni svolítið að koma heim fyrir mig að fara allt í að leikstýra á gammalsaldri ég byrjaði 2003 í rauninni og í leikhúsinu en ég fatt að ég hafði alltaf verið að leikstýra sjónvarpsþáttum ég bara vissi það ekki fyrir en ég var ráðinn inn í sjónvarpsþátt og beðin að vera svona umsjónarmaður og svo allt einu mætti leikstýra og ég alveg, hvað hann að gera? Þá var ég svona, já, ég hef bara alltaf leikstýrt þessu frá að til lög og þá svona íslenski stíllinn að gera allt en það hjálpaði mér svolítið að stíga inn í það og ég er svo þakklátt að lífið að því að mér lífið líða svo rætt svo þakklátt að hafa fengið að stíga inn í leikstjóran af því að þar finnst mér ég koma svolítið heim En þú lærðir guðfræði og ritlist og þetta, hvað er það svona sem að getur séð hvar er snertiflötun eða hvar skarast þessi svið? Guðfræði er náttúrulega klárlega bara þetta að treysta og þora að vera í þessu rugli öllu og hafa samt eitthvað traust að svona að treysta. Þess að meina bara guðfræðin fyrir þig hafi bara eiginlega verið leið til þess að nálgast
trúna eða svo leiðis? Já, sko, þegar ég fer hana þá svona fannst mér jafnvel eins og ég fjarlæðist trúna svolítið og fann hann svolítið í stúdaleikursinu, sko bara svona, já, hérna á ég vera, en þannig. En svo þetta bara búið að standa svakalega með mér í gegnum lífið að hafa verið í guðfræðinni. Sálgæslan mögnuð, margir vinir mínir núna að fara í endurmenntun í sálgæslu og maður finnur það bara, þú veist, í áföllum eða bara fólki kringum mann er að lenda í áföllum eða maður sjálfur er mist eða að maður svona veit aðeins, já, ok, ég veit aðeins við hverju ég á að búast hérna. Það eru 7 sorgar eða stig sorgar eða þú veist, eitthvað að bara svo margvíslegan hátt hefur guðfræðin staðið með mér eitthvað veginn og svo held ég myndi segja í báðum bókunum mínum að það sé hún mjög ofalega á blaði, sko, guðfræðin og allavega í seinni bókinu minni þá er ég að fjalla rosalega mikið Guðbrand biskup og svona, já, ég held að sú bók hefði skrifað sér allt öðruvísi ef að ég hef ekki farið í guðfræðina og Guðbrand biskup var bara svo heillandi karakter. Ég var alltaf, ritstjónum var alltaf að heyrðu, þessi bók er ekki Guðbrand biskup og ég var að skrifa aðra bók Guðbrand biskup. Hann var náttúrulega bara svona algjör, hann var með prentsmiðuna, hann var svona, það var alltaf að gerast hjá þessu manni, sko. Og mikið drama í einkalífinu, ég var svo heilluð af því, sko, hann var búinn að biðja konu að gifta sér sem var, sko, hann var kennari, ég held að það hafi verið í Skálholti og ég held að það hafi verið það var kennari skólastjóri held ég í Skálholtsskóla og hann var svo hrifinn af dóttur hans og hann var búinn að biðja að gifta sér og svo beðið með altarið og hún mætti ekki. Mér fannst þetta svo átakalegt en ég kom þess ekki fyrir í sögunni en ég var alltaf einhvern veginn heilluð af honum, hann átti svo margvíslega sögu einhvern veginn, eða svona margbreytilega. En þú sko skrifaði líka mömmu þína. Ég er því miður ekki búin að lesa bókinu Guðbrand biskup, bara mér gera svo leiðilegt að því ég... En það er hún Þórdísi Halldórsdóttir, en það bara var alltaf að tróða sér. Já, Þórdísi, ekki, bókin sem er ekki Guðbrand biskup, en gafstu hann ekki út eftir bókinu mömmu þína? Jú, já. Ég myndi að ég held að veri svo eftir þú gafst út bókina mömmu þína sem vakti nú mikla athygli og þá voru margir að bíða eftir einmitt næstu bók. Held ég, já, og svona margir sem einmitt sögðu nú er fæddur nýr rithöfundur og svona, þannig að þá var alltaf þessi svona kannski, einhver leiti kannski gamaldags viðleitni að sumum finnst þægilega að einhver sé eitthvað eitt, sko. Þú veist, ekki þú sért bara eitthvað einn daginn leikari og hinn daginn rithöfundur eða eitthvað svoleiðis. Akkurat. En fyrri bókiðin, þessi sem ég las, sem heitir, er ekki Mörk? Heitir hún bara Mörk? Mörk saga mömmu var undirtillin. Já, saga mömmu, já. Sem margir, getur aðeins sagt okkur frá henni út frá þessu líka að vinna með mömmuðinni, sem var nú yndisleg kona og klár og svona hlý og svona kennari. Já, skemmtileg og svona mikið, já, ég fekk að kynnast henni bara pínulítið, sko, en hún svona góður kennari í sér líka, sko, einhvern veginn, eða svona leiðbeinandi. Og þú skrifar þetta með henni einhvern veginn, eða svona hana en í hennar þökk og hvernig getur aðeins lýst því ferli? Sko þessari svona útfráða kannski pælingunum samsköpun líka eða, og sannleika og skáldskap. Einmitt. Ég skrifa þá bók held ég alveg svakalegri þörf til þess að gera eitthvað upp sem að tengdist hennar lífi en þar lendi líka mínu lífi eða þannig og og þegar ég var 23 ára þá sem sagt segir hún mér ég bara man alltaf eftir þessu, við vorum í eldhúsinu og ég er eitthvað svona eins og ekki að kenna hænunni einhvern veginn að segja henni að hún verða að lesa bók sem að heitir Launhelgi lygana og fjallar stelpu sem er að reyna að kæra stjúpföðu sem fyrir kynferðisofbeldi en hann er í löggunni og það er öllu sópað undir teppið og hún er svona fyrsta konan sem skrifar svona reynslusögu en undir dulnefni og ég var í guðfræðinni og þá kom kona frá barnahúsi og var með fyrirlestur og ég var bara mamma, þú er að fá þessu konu í barnahúsi í skólan sem þú ert, hún var skólastjóri og hélt svona alveg ræðu bara mamma, þetta verður þú að kynna þér og þá kemur hún og opnar á sína reynslu og segist að sjálf lent í alveg hræðilegu ofbeldi þegar hún var barn og það sneri heiminum mínum svo rosalega á hvolf að ég bara ég þurfti að ná utanum þetta með einhverjum hætti og svo er þetta 10 árum seinna sem að ég skrifa þessa bók og þá er það
ég hef svo oft sagt frá því, ég fór á ritnámskeið hjá Vigdísi Gríms og ég dró upp úr hatti, svona talandi spuna, dró upp úr hatti, þetta var svona æfing, peysan hennar mömmu þinnar liggur í hrúgu á gólfinu og ég byrja að skrifa smásögu og lesa hann svo upp og bara, þetta skáldsaga, smásagan, en samt algjörlega þetta, sko. Og þá svona hvetur hún mig til að skrifa þetta og þá í rauninni tek ég eitt viðtal upp við mömmu, sko. Ég var með vinnustofu á Suðurgötu, fæ ég að þanga í heimsókn og hún situr hana og talar í klukkutíma bara þessa erfiðustu kafla, bara hvernig leit þetta út, þetta ofbeldi, þegar hún var barn. Og hún segir eftir þetta viðtal, vá, ég hef aldrei getað sagt svona frá A til Ö, þú veist, þetta voru svo brotakendar minningar og svona sem hún var búin að reyna að setja saman hjá geðlækni í mörg ár og eitthvað svona. Og þannig ég rauninni tek þetta viðtal og svo skrifa ég bókina og ég rauninni, bara fyrir annála 1952 fæðist hún, bara hvernig var Reykjavík þarna, ég fyrir rosa mikið annála og að svona einmitt nota svona glæður eða svona, þú veist, hún bjó í timburhúsi og það var gamall steinbar við hliðina sem var elsta húsið í bænum þá, sko, svo var það rifið og það var einhvern veginn, þetta byrjar á forfærum þar sem ein stelpa að missa mömmu sinna alltaf ung, sko, þessi langama mömmu deyr og það eiginmaður hennar sem gerandinn í hennar tilfelli og þannig að hún ber saman öfn og langamann, sko, þannig að þá einhvern veginn kemur einhver sprunga á, þú veist, það var í einhverjum annálum var jarðskjálfti og þá var einhver sprunga sem ég sé fyrir mér í þessu steinhúsi, þú veist, þannig að ég notaði bara svona heimildir að talast á við raunveruleikann til að sviðsetta smá svona áður en hún fæði, sko, og svo bara hennar saga svolítið, bara eins og ég þekki hana, svona bara út frá því að hafa alist upp með henni og svo fer ég svona inn í, fyrst var þetta svona bréf milli hennar og mín, af því að þegar ég var í leiklisskólum þá var ég að reyna, mér langaði svo hún myndi skrifa þessu bók, af því að hana langaði að skrifa og svo byrjar hún í rauninni að fá svona elliglöp eða heilabilun allt og ung, sko, og þá fann hún að hún gæti ekki gert það sjálf og þá einhvern veginn var hún svo tilbúin þegar ég er að koma frá Vigdísi Gríms og hún búin að setja mig fyrir að athuga og spurja hana. Ég var alveg búin að gefast upp á þessu verkefni. Ég var bara að hlýða Vigdísi. Heppin að fá Vigdísi sem kennara. Heldur betur, sko. Hvoru bókin væri til án hennar. Ég veit að hún myndi segja hættu þessu, skilurðu, en það er bara þannig. Hún svona hvatti mig alveg svakalega og bara var líka svona, einmitt, hún var vinkona mömmu og var alltaf að koma í sveitina, við byggum á Skógum og það var bara, mér fannst það bara mest skemmtilegast í heimi þegar hún kom, þú veist, það var einhvern veginn svona bara, já, leikhús fyrir mér og hún var alltaf að stríða manni og einhvern veginn töfrar líka, já, töfrar í kringum hana og það hefur bóka kveikt einhverju hugmynd að skrifa, sko, á þess að það hefur greinilega að bóka haft áhrif, sko. Ég held að Vigdís hafa nú einmitt verið svoleiðis við svo marga, já, bæði náttúrulega erum búin að hjálpa mjög mörgum en líka, sko, bara ég held að hún hafi gefið manni pínlítið svona mörgum konum þessi hugmynd að það væri hægt að vera að það væri áhugavert að skrifa bara talandi áhættu starfsemi þegar hún var í þessu, sko, ein með 2 börn og þú veist, og bara fari gegnum allt aðra múra en við, þú veist, hún bara reiði ykkur á múra sem að við fengum svo að njóta og að búa að reiða vegi ykkur neginn, þannig að þú veist og hún svona, já, með þessa, sko, svona eins og hún sé með eitthvað beintengingu við eitthvað skáldabrunn eða eitthvað svona sem getur svona skvett á fólk ef hún er þannig stuði og bara fyrir til eitthvað svona álög hlýðurinni. Já, frekar svona það er nú völvuleiði í Skógum einmitt. Já. Já, svona völvu. Hvað er það? Völvuleiðir inn í skóginum, það er alveg við gamlu heimavistina. Hvar bygguð þið? Segja mér, fréttir. Hvar bygguð þið í Ég bjó þarna fyrir neðan í skólastjóra á bústæðnum og svo bjó ég líka þarna fyrir ofan hjá heimavistinni. Já. Voruð þið mörg ári í Skógum? Já, ég flutti þarna 6 ára og átti bestu vinkonur þarna á Sveitabæ og ég fann einmitt svona miði daginn, ég var svona rosalega, hef ég verið ofvirt barn, það var svona miði, svona dagbókafærsla bara vaknaði klukkan 7, fór heim til vinkonu minna að vakta þær, fórum út að reka beljunar inn og svo var þetta bara svona hætti þetta ekkert ég var bara guðminn hver ég verið óþjólandi, það hefur verið geggja að hafa mig í sveit, sko, það er bara besti staður sem hægt var að geyma mig á þessum aldrei, held ég. En skilgreinur þig svona sem ofvirka eða þannig?
ég fæ ekki greiningu en allir vinir mínir eru búin að greina mig. Ég myndi segja ég þarf að hafa krefjandi viðfangsefni sem ég beini orkunum minni í en þannig. Og það svona já, og svo fæ ég líka rosa mikið hugmyndum og byrja á þessu og hinn og döð, þannig að það er svona kreatíft element sem fylgir þessu. Já, vinkonum minn segir ég sé næm og skapandi. En já, ég hef mikla orku, sko. Trúir á svona greiningar, hvað finnst þér um alla greiningarnar núna? Já, ég hef enga skoðun á því, sko. Ég held bara að geti hjálpað rosa mikið og bara, þú veist, ég held samt að það sé ekki alltaf verið að greina rétt eða þannig, þú veist, og ekki alltaf til gagns, en bara, þú veist, við erum öll á ykkur svona, þú veist, bara maður þekktu sjálfa þig, þú veist, að bara þessi leit að sjálfum sér og þekking á sjálfum sér getur komið svo víða að einhvern veginn og þannig að þú veist, allt sem að hjálpa manni að vera besta útgáfan af sjálfum sér er bara mjög góð sveiti, held ég, sko. Nú erum við komið þangað í samræðinu svona í handritinu að það er alveg margar leiðir sem við getum farið áfram og dálítið margar spennandi. Ég er að spökulur að þetta er Helgi Spjall að spyrja það aðeins út í, sko, þú ert búin að tala aðeins um mömmu þína, hún var skólastjóri og þú skrifar þessa sögum hennar þetta hræðilega kynferðisofbeldi sem hún verður fyrir. Já, þú byrjaði svolítið að tala um, sko, út frá því að skrifa svo næstu bók og svona og ég man eftir því að þegar ég fór með þetta til ritstjórans mín sem yndislega Guðrún Sigfúsdóttir sem ég sakna mjög úr, sko, forlaginu og að þá var hann bara, heyrðu, ertu viss um að þú vilja hafa þetta sem fyrstu bók? Þetta er svona eiginlega eins og fólk gerir í svona lok rithöfundaferil síns og mér varst það svolítið fyndið en ég var stundum hugsað bara, já, ég bara klára þetta þarna, bara upp á endir, liggu við. Svo þessi bók sem ég skrifaði Þórdísi og Drekkingreil, það var svona þrjóskukast, svona bara, já, mér langar að gá hvort ég geti skrifa skáldsögu, einhvern veginn. En það er byggt á heimildum, af því ég þorði ekki að taka skrefið til fulls að fara í algjöran skáldskap með það svolítið skeri hafa enga ramma. Já, er eitthvað þóra, er þetta ekki bara kannski það sem þú svolítið svona þitt sviðtaldið sem þú ert líka að fara að gera núna í leikhúsinu, þú veist, þetta heimilda. Jú, já, það getur náttúrulega verið að maður sé bara að þurfa að sætta sig við það að maður er komið á ákveðna línu. Ég heillast af bíómyndi sem ég vil horfa og það er bara ævisögu vísindamann og listamanna með eitthvað svona kreatíft ströggl og þú þangað til þau uppgöta eitthvað og þannig að það er svolítið lína mín, ég er bara búin að átta mig á því, það er þessi sannsaga, sko. Þessi svona líka, það sem, já, raunverulega hluti af ferlinu er að grúska ofan í já, og líka þetta, þegar maður er svona frílans, sko, og þarf að velja verkefni, búa þau til sjálfur eða þá stundum að velja og hafna einhverju sem að mann er rétt að það hjálpaði mér einu sinni þegar ég var, sko, því ég kem úr ég má tala út svona hjallar aftur, eða ekki? Jú, alveg einmitt, sko. Er það ekki það sem varst að byrja? Jú, við komum aftur að, sko, að þeir eru hringtorki setna. Já, að þegar ég er búin með leiklistina, þá fer ég svona beint inn í, eða við setjum upp sjálfstæðarleiksýningu sem gekk rosa vel og ég fer svona aðeins inn í stofnarleikhúsin, bæði leikfélag Akureyrar og Þjóðleikhúsið og svo svona, einmitt, setja ég upp, þú varst að tala um það fyrir viðtali, einleik Rachel Corrie, ég heiti Rachel Corrie í Borgarleikhúsinu og þá datt ég út úr svona lúpp í Þjóðleikhúsinu því að ég heiti Rachel Corrie var á eigin vegum á svona sjálfstætt starfandi leikhús og þá svona datt ég út úr svona lúppunni og ég bara, og hvað ég gera núna, þú veist, ég einhvern veginn kunni ekkert að fara að banka og bara heyra alltaf ráðum hérna aftur eða eitthvað, ég vissi ekkert hvernig það snúa mér og þá var ég svo heppin að vinkona mín, hún var að læra svona markþjálfun og hún sagði við mig, má ég taka því svona, viltu vera tilraunadýr hérna og þá átti maður að finna gildin sín og í rauninni svolítið miða verkefnin út frá því eða þannig og í þessu kom upp hjá mér skrifin, sko, að að ég er svona, ok, hvað ef ég hætti að líta það sem svona algjört, fyrir mér var það bara eins og sumi mála bara til að líða vel að ég nota skrifin þannig, bara svona eitthvað sem ég bara þurfti að gera eða þannig og þannig ég er svona, ok, hvað ef ég setja það í fyrsta sæti og þá fór ég í þessa stritlistina og ég finn það að ég kem stundum aftur, ég man ekkert hver gildi mín voru en samt kem ég aftur að því að finna að þessi verkefni er að raðast inn í það svona einhver mannréttindi áhugi eða einmitt þessi heimilda áhugi að ég finn að svona
með árunum erfiðara að fara frá því, þú veist, það erfiðara að fara inn í eitthvað tannhjól þegar maður hefur svona fengið að, ok, mér langar næst að segja þessu sögu eða mér langar að gera þetta eða þetta. Það einhver svona réttlætiskennd, einmitt eins og þarna, þessi einleikur, þú setur hann upp til þess að minnast sögu konu sem var með sterkar réttlætiskennd. Alveg svakalega, já. Þú speklaðir þetta alltaf í, er það ekki? Jú, og líka sögu. Sko af því að aldrum var bara alveg sami og vangaveltunum var svo svipaðar. Hún var alltaf að skrifa dagbækur og hún fer í sjálfboðastarf á Gaza og það var bara eitthvað sem ég pældi í, þú veist. Getur þú sagt svona hlustundum aðeins frá bara hvað sagan er? Rachel Corrie, hún var 23 ára og bandarísk stelpa sem að fór í sjálfboðastarf á Gaza og svo átti að jafna við jörðu húsi sem hún bjó í, með fjölskyldunni sem hún bjó í og hún fer í svona appelsínugult vesti og er með gjallarhorn og stendur í vegi fyrir jarðhitinu nema að jarðhitan fer bara yfir hana og þeim tókst aldrei að fá það svona réttlætinu fullnægt í því máli foreldrunum af því að það var einhvern veginn sópað undir teppið að þetta hefði verið alltaf sagt að það væri bara slys en sem að þetta var klárlega ekki sko og og ég seti upp þennan einleik það Alan Rickman og Katrín Weiner blaðamaður, þau gerðu einleik þetta bara skömmu eftir hún lést og það var þegar ég var í náminu í London það var þessi einleikur, ég sá hann ekki en ég heyrði bara svo mikið tala hann og svo var ég eitthvað svona alltaf að tala hann og bróður minn sagði einhvern veginn, heyrðu, ég ætla að kaupa réttin á þessu fyrir þig setti þetta upp og þannig var það til í rauninni og svo fekk ég styrk frá menningar menntamálráðuneytinu og svona listamannalaun fyrir því þannig að og svo var þetta samstagsverkefni inn í Borgarleikhúsi og þar var einmitt Magnús Geir þannig að ég hef svona hann rauninni ræðið með inn í Leikfélag Akureyrar þegar ég nýútskrifuð svo gerðum við þennan einleik saman sem var mjög stór varða á leiðinni og svona líka fyrir þetta var fyrsta verkefni árið hans í Borgarleikhúsinu þannig að mér var strósa gaman að fá eftir að koma í Þjóðleikhúsið núna og bæði af því að ég elska að vera þar og líka bara af því að okkar samstarf hefur verið gott og mér finnst rosa gott að vinna með hann og góðu framleiðandi, það er svo gott að spegla allt við hann og treystur hann svo vel og allt þetta og líka bara treystir okkur fyrir að fá að gera hlutina eins og við viljum og svona og þannig að þetta var flottur einleikur þetta er alltaf hugrægt að vera svona bara með einleik, er það ekki svolítið svona líka bara sko eftir og ekki af því að ég var svo nýútskrifuð sko að þá var þetta svona svolítið eins og skjáreit þetta var svona skóli í að sjá allt frá að til að fjármagna verkefnið og finna svo fólk í borð og allt þetta þannig að þarna er rauninni framleiðandinn að tala sko og já, bara en það mætti sumir sem að gera allt sjálfur þeir getur fengið á sig þá gagnrýni að treyst ekki öðrum fyrir því og vilja það bara gera allt sjálfur eða svoleiðis en þetta er kannski ekki þannig að því að þú treystir meira segja Guði og ýmsum og en þetta er einhver svona þú hefur bara áhuga á öllu ferlinu, er það ekki? Jú, ég hef það sko og svo er það líka þetta neðinkyrir naktir konar spinn og allt þetta því að þú veist, það eru bara 2 stofnunarleikhús í Reykjavík og ef þú ætlar ekki að láta einhvern annar segja þér hvað ætlar að gera þá verður líka svolítið að ákveða að ég ætla að finna leið til að segja sögu og í þessu tilviki þá væri bara heppin að fá styrk frá þú veist, þarna komið listamannulinn og styrkinn svo mikið inn í þessi saga hefði kannski ekki verið sögð ef það hefði ekki verið, eða allavega með öðrum hætti en nú erum við komin að einu hringtorki sem ég ætlaði að spyrja þig pappa þinn, af því að hann er leikari já, einmitt og af því þetta er helgispjall getur þú kannski svona upplýst og líka kannski nafn mömmuðinnar á eftir síðan getur þú aðeins sagt okkur frá þeim svona sem persónum og í þínu uppeldi persónum og leikundum persónum og leikundum og svona áhrifa einmitt, sko, ef þetta væri leikurinn sko já, pappi minn heitir Árni Blandón og hann sem sagt fyrsta leikhúsminningi mín er þegar hann var að leika Gosa og það var rosalega falleg sýning sko í minningunni var ekki Brynja Ben leikstýrði þessu og það var svo flott lúk á þessa sýningu það var svona gothic einhvern veginn heimur sem var búið að skapa og það var svo sterk minning fyrir mig af því að líka sko pappi og mamma skildu rétt eftir þetta eða eitthvað svona og líka bara af því að ég fór ábygglega ofta að sjá þessa sýningu og það var svona kvalur sem öll börnin voru svo hrædd við og nema ég var svo hrædd við Sigga Sigurjóns sem var sko að leika enginsbrettuna eða flökku og samvisku Gosa og ég man eftir því sem barn að vera bara af hverju er ég hrædd við Sigga Sigurjóns ég þekki hann
hann mjög góð maður og af hverju ekki hrætt við hvalinn eins og allir hinir hérna og ég man eftir að vera eitthvað svona að greina þetta og að fara baksviðs og allir að taka eitthvað gerfi af sér og svona og þú veist, ég var hrætt við bróður minn þegar hann fór í jólasveinabúning sko, af því að ég bara greinilega trúði svo mikið á gerfið eða eitthvað, en þannig að þetta var svona stór og sterk minning og svo hérna í rauninni frá því að 2 ára þá elst ég ekkert upp með pappa, var svona þetta er náttúrulega svo ólíkt í dag þar sem er svona vika, ég trúi svo mikið á það að skipti máli að fá að hitta og kynnast foreldrar sínum sko og hérna og pabbi fór til Bandaríkjanna og við fórum út á land og svona hérna þannig að það var svolítið mikið sparistemning yfir þessu sko og spennandi að fara til pappa og svona nema hann fór í leiklisskóla sem heitir Webber Douglas í London og svo var hann að kenna mér eitthvað svona sviðsparta eða eitthvað svona spennandi sem hafði verið í þessum skóla sko og nema ég fyrir þennan skóla líka þegar ég er 25 ára og ég, svo segi ég við sko skólastjórinn ég er hérna algjörlega röng fórstum sko, ég er bara að leita pappa mínum og hann bara já, takk fyrir að segja mér frá þessu því ég sagði hann mig ykkur rosalega sögu sko og þannig að nú veit ég af hverju ég er að loka skólanum mission completed og ég bara takk og ég reyndar, kannski ég var svolítið klókt þegar ég var í inntökuprófum þá sagði ég að ég var týnda dóttir hans komin heim og hann alltaf hélt bara að ég var í framhjálpsbarni sitt og hann bara roðnaði bara guðngóður nei og þá var það náttúrulega bara því að pappi hafði verið í skólanum og hérna En náður þá að tengjast pappaðinu fannst þér í gegnum það ferli að vera í þessu sama námi og Já, ég held ég hafi svo mikið verið að teygja mig til hans í gegnum þetta sko og hérna og við erum bara með rosalega líkt áhugasvið við erum bara mjög lík að mörgu leyti og við tengjum þetta sko og getum alltaf rætt þessa hluti og svona hérna hann hefur svona mikið að grúska og pæla og mér finnst eiginlega fáir betra að greina leikhús og svona við höfum svona jafn mikinn nörda áhuga á góðum leik einhvern veginn þannig að hann til dæmis kom þú veist þegar ég er að leikstýra þá fæ ég hann svona einu svona inn sko bara svolítið ánað, hann sé ánað sko það er svona já veit að þá er eitthvað annað þú veist en ekki það er ekki svo þörf núna sem kannski var áður að eitthvað þurfa að sanna mig það er ekki þannig sko en En bara líka treystir hans ég bara treystir hans dómgreind í því ég og má hann líka gaggrina og hefur hann gaggrind já, guð minn góður, já ég var einmitt ykkur til að lesa með honum í sko, hann er svo góður í texta og hann er svo góður í að finna fjölbreytni í texta og textavinnu og ég var einhvern veginn að lesa með honum í útvarpinu Ljóð og ég man að Steinunn Ólína hún var bara hvernig var þetta? Það var hún einhvern veginn unni með mömmu sinni og þannig að þú veist, en það er ég er þannig sem leikari, ég vil fá bara hardcore sannleikan til þess að geta einhvern veginn, þú veist og leiklistaskóli er náttúrulega bara fjallar það sko, það að þola gagnrýni sko, þannig að ég fann eins og þeir eru komið í ritlistina að þá, þú veist það að vera í svona herbyggi með öðrum höfundum sem er að koma komment og svona ég drekka þetta í mig og bara takk og svo nota maður bara það sem maður finnur að einhvern veginn rými við það sem maður vil sjálfur gera en meðan að sumir bara hér er mitt fullkomna meistarverk og bara hvað er þú að gagnrýna þetta eða eitthvað svona þannig ég held að leiklistaskólinn er rosa góð þjálfun í þessu sko Svolítið harður heimur er ekki svona eða bara gengur bara út á þetta er ekki að svona Já, þetta er rosalega sérstakt nám ef maður pælir í því sko Þetta er stórfurðulegt nám sko, stórfurðulegur heimur sko í rauninni en ég man að pappi sagði alltaf þú veist það ættu allir að læra þetta en enginn að vinna við þetta af því að businessin er svo brútalega þú veist það að reyna að redda sér vinnu að finna sér leið getur verið svo brútal sko og hérna á Íslandi er sko langstærstu hluti þeirra sem vinna við leiklist eru utan 2 stofnanleikhúsa og þar er alltaf óöryggið í rauninni að sjálfstæðu í rauninni leikhóparnir eru löngu búin að sprengja Tjarnarbíó af sér sko og þar er svolítið mikil gróska í gangi og þar stefu bara hugsa það að það er svo stutt síðan að var til atvinnuleikhús á Íslandi og bara það var niður í Iðnó svo bara fyrir Elju þá var borgarleikhúsi byggt bara fyrir einhvern veginn Ástríu og Elju leikara sem börðust fyrir sýninni sinni og núna er þessi sýn alveg sýnin er alveg það vantar danshús þú veist, það er núna þú veist, það er búið þú veist, miðað við hvað er mikið gróska þá þyrftum við 1 borgarleikhús í viðbót og 1 danshús
til þess að, en þú veist, þá þurfti náttúrulega að koma meiri peningar inn í greinina, en það er nóg af fólki sem er að koma út úr sviðshöfundanámi og allskins og námi erlendis, og þannig að það er svona, já, þarna er, ef ég væri stjórnmálamaður í dag, þá myndi ég setja meiri peninga bæðin í kvikmyndagerðina og sjálfstæðu hópana. En þú ætlar ekki að vera stjórnmálamaður eða hvað? Nei. Svona aðeins gæli við það? Nei, þá væri bara fyrir þetta, sko. Já. Og einhver sagði um daginn, við þyrftum að ráða bara 3 í jobb við að bara fara í þetta mission, sko. Af því að við erum alltaf bara að hugsa um eitthvað að skapa eitthvað og maður hefur ekki tími að gera allt, sko. Þú vildir heldur ekki vera prestur þótt þú færi í guðfræðina. Já. Það var svona, bara kannski einmitt notar sálgæsluna á öllum sviðum að einhver leiti. Já. Kannski sálgæsla líka það sem svona, eða sálgæsla. Ég var í leigubíl, ég fór með Þjóðleikhúsinu í svona ásatíðaferð til Berlínar og það fór ykkur maður að tala við mig frá Íran á fullu leigubílstjórinn og hann bara, já, varstu líka guðfræði? Já, þú ættir að vera prestur, þú myndi gera miklu meira gagn í heiminum þannig. Já. Og ég sat hann bara, já, kannski. Ég veit það ekki. En þið langar að gera gagn? Já, maður allavega, já, þú veist, maður vill allavega einhvern veginn frekar reyna að láta gott af sér leiða en eitthvað slæmt, sko. Og en maður er líka bara heppinn að fást við eitthvað sem maður hefur áhuga á, sko. Og maður veit ekkert hverjum það er til gagns það sem maður gerir, þú veist, maður hefur ekkert það að segja einhvern veginn. Það rúlar bara einhvern veginn áfram. Hvernig, sko, elur upp börnin þín? Þú átt fjölskyldu og börn. Og ert þú svona byrjuð að minna þau á að þau vera allir gagns og slaus eða hvernig svona? Ég svolítið svona, ég fekk svolítið hippalegt uppeldi, held ég. Ég svona átti einstæðamóður sem var mikið að vinna, en hún vann samt, hún var skólastur í skólanum sem ég var í. Þannig að hún var rosa nálægt, sko. Og og svona eiginlega bæði mamma og amma, þú veist, það var ekki mikið á svona reglum, það var bara að vera góð við börn, eða þannig. Ég held að það sé eina sem ég reyna að gera, sko. Þú veist, að reyna, og í því felst líka bara að hugsa vel sjálfa sig, þannig að maður sé semlega tjúnaður og geti verið svona að koma frá góðu jafnvægi stað. En maður slepp alveg samt ekkert bara við það, held ég, að skrifa, sko, að vera góð við börna, því að það er náttúrulega mjög mér finnst bara aðal áskorunin í hverju það felst að vera góður, er ekki? Hvað felst í því að vera góður? Mér finnst bara aðal áskorunin í að vera foreldri núna þessi tölvuskjár og símar og allt þetta. Mér finnst það bara, ef það væri ekki þá væri þetta bara, eða þú veist, það bara gengur vel og er gaman, sko. En mér finnst alltaf þurfa að vera svolítið lögga þar, sko, sem að kannski er svona ólíkt því sem að ég nenni að vera, en ég tek þann slag svolítið, ég reyni. Þannig að í því mér verður ekki að vera góð að leyfa þeim bara að vera eða leyfa, En samt reyni ég að leyfa þeim eitthvað og svona, þú veist. En já, jú, ég hef svo sem bara reynda, ég held bara eins og allir í kring, eitthvað að maður reynir að hafa einhver áhrif á því bara með því að, þú veist, reyna að koma með ykkur áhugamál og slis, þú veist. Þeir eru í leiklist og filmleikum og eitthvað og tónlist. Og svona að reyna, í rauninni held ég bara kannski þetta að hjálpa þeim að finna það sem þeir eru áhuga á. Það skiptir mig einhvern veginn máli. Að þú veist, það gefur mér svo mikla lífsgleði að vera að gera það sem að vera að fást við eitthvað sem er nærandi og skemmtlegt. Að ég held að ég sé kannski lúmst að reyna að svona hjálpa þeim að kynnast ýmsum hlutum í því skyni að þeir svona, já, þetta er eitthvað fyrir mig eða þannig. Áttu líka, þú átt 2 börn? Eða 3 börn? Já, og ég á stjúpson sem er 21 og svo 7 og 10 ára. Stráka? Já, allt strákar. Svo eru reyndar alltaf 2 stelpur sem fylgja yngri strákurum heimi á mér, mjög ánægð með það. Þannig að ég fæ smá svona kvenlega orku inn á heimili. Vinkonur? Já. Og svo hund? Já, íslenska fjárhund. Fannst þér það svona að vera bara til að bæta stemninguna bara? Veit ekki hvað það var, en eftir að hyggja, þá var alltaf íslensku fjárhundur í kringum í mín æsku, einhvern veginn. Og þetta er náttúrulega alveg galið, þú veist, það þarf svo mikla hreyfingu, sko. Og en er mjög góður inni við, en
en hann ekki góður út úr alltaf, eða það æðislegt að fara með hann í Paradísadal og leyfa honum að vera frjáls en hann finnst ekkert voðalega gaman að vera í taumi og já, en þú veist það, meina, strákarnir elska og í rauninni var þetta svona fyrir mig svolítið hollt og gott á þeim tíma sem ég fekk hann sko og af því að þá var ég nýbúin að missa mömmu eftir rosa erfið veikindi og það var bara rosa gott að hafa eitthvað sem að svona skilyrðislausa ást og líka þurfa að fara að labba og svona gera eitthvað heilnæmt og bara, já, eitthvað sem er alltaf í stuði. Íslenski fjárhundurinn er alltaf í stuði. Hann brosir út í eitt, sko. Og alltaf bara, jæja, þú veist, ekki gaman. Og bara, alltaf, maður reyna einhvern veginn að láta strákan hafa áhuga á fótbolta eða eitthvað en það er hundurinn sem er áhuga á fótbolta. Hann bara, geggja til í allt, sko. Það er náttúrulega svo mikið gaman, hundum finnst svo gaman að leika sér. Já, það er svona, og það er bara geggjað. Þessi lífsgleði, það er svona orka sem að bara smitandi lífsgleði. Það er það og líka bara svona alltaf svona ísbrjótur eins og þeir eru komin nýjir krakkar í heimsókn og svona. Það er alltaf einhvern veginn, þau byrja alltaf í kringum hann og þá einhvern veginn er búið að brjóta múrinn og það er ótrúlega merkilegt. Ég teki eftir þessu, alltaf kemur ykkur og smá svona, þá er það hundurinn sem að býr til stemminguna, sko. En hvernig gengur þér svona að vera bara kona, eiginkona með 3 börn og hund og með bara ýmis rosalega krefjandi og spennandi verkefni og halda félagslífinu og vera, þú veist, finnst þér það er alltaf margir svona í burnouti og kannski svona. Ég er ekkert að reyna að tekja öll box, þannig að sko. Þú veist, ég var einmitt að hugsa daginn, sko, ég í rauninni ég nýti tíman, það er kosturinn við að hafa svona stjórnan svolítið sínum tíma, sko. Og þessi tarnaverkefni eins og að fara að leikstýra, þú veist, að það er undantekningin í rauninni, en alla jafna þá get ég aðeins svona stjórna ferðinni. Og eitt sem er kannski guðfræðin líka, hvíld, hún er bara mjög mikilvæg. Og ég bara, þú veist, þetta halda hvíldardaginn heilan að sko, ég náttúrulega geri það ekki í orðsins fyrstu merkingu en ég held bara að það sé ótrúlega mikilvægt að bara leyfa sér stundum að, þú veist, einhvern veginn hvíla sig og út frá þeim stað þá vinnast hlutinni bara svo miklu hraðar eða þannig, af því að í svona skapandi greinum er oft svona bara eitthvað svona tærleiki eða eitthvað svona það er svona já, ég trúi rosa mikið á það, þú veist, þannig að ég myndi að labba með hundin og eitthvað svona reyna aðeins að hvíla beinin. Trúa það. Hvíla beinin með því að labba, já. Eða svona bara gera eitthvað annað þá. Já, bara ekkert endilega vera að tekja öll partybóksin eða félagsbóksin eða finnst allt þurfa að vera í botni alls staðar, sko, þú veist. Og ég fatt þetta pínum daginn, ég er svona, já, þú veist, einhver tímapunkti held ég að, þú veist, það skiptir mig máli að hafa verkefni af því að það er svo mikið félagsþörf sem ég uppfylli í gegnum þau. Veist, þá meina ég með öðru fólki. Veist, það er ekkert svona, það var ekki efst á lista hjá mér að vera að skrifa bækur eftir bók og vera alltaf ein eða þannig. Mér finnst það ekkert æðislegt, sko. En hins vegar þá er mikil tími, þú veist, bara oft þegar strákarnir í skólanum og svona, þar sem ég er að prósessera og verð að vera ein, einhvern veginn. Og ég finna, ég get ekki fyllt það með því að bara vera eitthvað á kaffhúsum með vinkonum og hlæja eða eitthvað, skilur. Ég bara þarf að fá að vera ein og það er einhvern veginn bara til þess að, þú veist, prósessera hluti sem ég er að hugsa vinna það sem ég þarf að vinna og ábyggilega líka til þess að bara fá næði frá áreiti. Og þannig að ég kannski, þú veist, stundum svona einmitt það koma svona tímabil oft þegar maður er í svona skapandi vinnu þar sem maður þarf að upphugsa allt sjálfur þar sem maður er algjörlega í einhverjum munka sko heimi og svo allt í einu kemur allt út á sama tíma stundum og þá heldur fólk náttúrulega að maður sé bara eitthvað allt í botni en þannig en það er ekkert alltaf þannig að oft er bara mjög mikið af svona mundane rólegum dögum og sem að, þú veist, núna er ég til dæmis af því ég veit hvað ég er að gera þang til í mars á næsta ári þá er svona, ég er að reyna að æfa mig bara, ok, ég þarf ekki að vera með afkomóta af því oft er þetta bara, býtu hvað ætla ég að gera, þú veist, þetta er bara verið ekki einn dag í einu, heldur einn mánu í einu svona afkomulega séð hjá mér þú veist, sem er rosalegt, sko slítandi og stundum að ég geta hoppa bara inn ef ég er alveg, þú veist, að lesa bækur eða eitthvað svona
sem hefur stundur redda mig fyrir hotn eða eitthvað svona, þú veist, og bara lesi allar atvinnuauglýsingar bara, þú veist, mjög reglulega, þú veist, á einhverju tímabilum. Þannig að núna er ég alveg svona, yes, það er lagi framöndan. Það er rosa svona, og stundum er þetta bara ef maður með eitt verkefni sem kannski dreifist yfir 4 mánuði ársins, kannski bara, þú veist, eitthvað smá grunnur, að þá er mitt ámaður auðvaldra með að treysta og þá fellur allt í svo frílansrugli. Það er einhvern veginn, leiðum maður næri að vera slagur að þá kemur allt til manns, það er svo skrítið. Bara endurtekið upplifa það. Ef maður fyrir panik og allt læsist, þá bara læsist allt. Og þannig að það er einhver svona, eitthvað æruleysi, eitthvað hvíld, eitthvað traust, sem held ég sé svolítið verða að vera með manni í þessu rugli. Og ég er ekki í, kannski er það því ósleipusveit og líka fór til London að maður svona, það þarf ekki að, þurfum ekki að vera að teka í öll sömu bóksin alltaf, eða þannig, að svona, já. Hvað er það að teka í bóksin? Er það ekki bara þá að nei, þú veist, einhverju svona ímynd eða er það félagslegt? Já, þú veist, ég einhvern veginn, þú veist, ég veit hvað við, eins og bara allt í því var hugsað betur, þá nei, bara svona að sé allt í botni allstar og þurfi eitthvað að vera svona, já, það er svo æðislegt mitt líf að ég er að gera þetta og hitt og þetta, að ég hef enga þörf fyrir það. Ég finn bara, ég er bara þörf fyrir að svona frekar, lifa einföldu lífi og þú veist, já, en það er kannski bara fyrir maður að aðlaga sig að sínu lífstíl. Já, ekki einhverju glæsilegu sósíalífi og svo leiðis og vera, já, fjölskyldulífi mikilvægar eða þannig. Já. En sko, já, og verkefnin, en maður spyrir eitt sko út frá þessu, að þú segir hvíldin og þannig, og þú varst í guðfræði, myndir þú að segja svona að í einhverju skilningi væri þú trúið? Já, myndi segja það, já. Já. Og ekkert svona eitthvað endilega eitthvað sem er hægt að skilgreina hvernig eða svo leiðis bara svona, sko ég er ekki trúrækin eða ég er ekki fyrir trúrækni sem er svona eitthvað reglur og boðabönn og eitthvað þannig, sko en ég myndi bara segja þessi bara, já, mín lífsæsta að vera treyst á æðri mátt í rauninni og leita til og þakklæti líka, að ég svona reyna að iðka þakklæti, þú veist, og það oft hefur svona hjálpað mig líka þegar maður er stressaður yfir ykkur, að bara bara þakka fyrir þetta, vatn, styrta eða eitthvað, þú veist, það er eitthvað svona, ég er búin að átta mig á því að þetta þarf ekki að vera svo flókið, sko, þetta er þakklæti, þetta er stundum bara smá svona bæn eða þannig út í heiminn, þú veist, en þetta er eitthvað svoleiðis, þetta er með mér í rauninni á hverju degi, ég gleymi svo samt stundum og oft og allt það. Stundum fer ég bara með svona litla bæn, viltu nota mig í dag, þú veist, einhverjum öðrum til heilla eða þú veist, bara svona eins og þú mátt nota mig ef þú getur pluggað eitthvað í gegn, sko. Og þannig að það er einhver lífsafstaða sem að, þú veist, við enga þörf fyrir að samt aldrei að rökra þetta við neitt svoleið, sko. Tekur eftir, það var eins og vinkona mín sem sagði mér að hún fyndi það bara einhvern veginn frekar fljótt þegar hún kynntist fólki hvort það væri trúað eða ekki, hvort það tryði á einhvers konar, þú veist, annað samhengi eða, já, einhvers konar trú. Og mér þetta nú dálítið merkilegt, að hún skildi einhvern veginn finna það og rétt áður eða eftir var önnur manneskja sem sagði mér, hún fyndi alltaf hvort að fólk svona sæti, svona, eða hvað væri svona notaði sína kynorku, ég man ekki alveg hvað hún orðaði það, svona hvort það væri svona virkjaði sína kynorku eða eitthvað svoleiðis og já, það er svona nokkur atriði sem að fólk, ég teki eftir að fólk segir svona að það veiti þessu virkilega eftirtekt. Manstu eftir einhverju svona sem að þú veitir eftirtekt? Finnur þú hvort í fari annara? Já, já, í samskiptum við þig eða svoleiðis. Kannski bara, eða þú veist mér svona oft fólki finnst svolítið gaman þegar maður opnar á að tala eitthvað þetta, þú veist, að þá svona vill að heyra meira en þú veist, að því að það er svona oft tala bara einhvern veginn að Íslendingar séu ekki trúaðir og eitthvað svona en ég myndi segja bara svona orka í rauninni, þú veist, að svona að já, þetta er erfitt að setja orð á ég get ekki svarað þessari spurningu, sko. Ég er ofta að hugsa um eitthvað, er það eitthvað sem að það er kannski bara eitthvað, ég meina, þú veist, fólk getur verið trúað á svo mismunandi hátt, en það er kannski bara eitthvað svona jákvæð lífsafstaða
sem að kannski svona markmiðið eða þannig að svona já og einhvern veginn þetta að við erum saman einhvern veginn og að við höfum áhrif á hvort annað og að svona reyna að taka þessa ákvörðun alltaf að þú veist vera til góðs frekar Níls eða þannig og en þú veist það er engin ég er mjög hippaleg með þetta allt saman sko þú veist þetta er ekki eitthvað því að mér er þetta ekki formfast og þetta er hjá mér kannski að því að ég elst upp svona í nálægt náttúrunni og var rosa svona sterk fann rosa mikla sterka tengingu við náttúruna sem barn sko elst upp þú veist á Skógafoss og það er engin túrismi þannig að maður var bara með staðinn svolítið fyrir sig sko og það var líka enginn að fylgjast með manni þú veist við vorum hann upp öll fjöll og fyrnindi og vaða á og þú veist eitthvað það var svo mikið frelsi í rauninni og þannig að þú veist þegar Kárahnjúkavirkjun og allt þetta var samtal og eitthvað þetta landsvæði nú ekkert svo fínt og eitthvað þá var ég bara vá þetta er bara þarna manneski sem á ekki þetta sem ég á einhvern veginn sem var svona sterk tenging sem bara við náttúruna þú veist ég skildi bara Gretu Thunberg meðan allir bara ég skil ekki þú veist ég bara skildi það en þarna kannski þú veist eitthvað frelsi sem ég fæ þarna sem að kannski er það sama og ég reyna að halda í með þessum hætti að eiga svona smá innra samtal eða hugleiðslu eða hvíld að hvíla lúin bein einhvern veginn þú veist bara þetta á grænum grundum þú veist bara að endurnærast einhvern veginn þú veist eiga já þú veist það kannski eins og þú tala burnout og svona þú veist að þetta tengist kannski líka þú veist við erum búin að afhelga okkur svo öllu þessu sko já og og bara hugleiðslan náttúrulega svolítið komin þú veist hún kemur inn kannski á öðrum forsendum þú veist kannski gegnum jóga eða eitthvað stær þarna en þú veist þetta er allt þarna en það er alveg rétt svo sem þegar maður að pæli maður tekur nú svo sem eftir því kannski í ferðalögum og svona hvort að fólk hefur vanist því að leyfa náttúrunni að svona endurnæra sig eða tengjast náttúrunni sko og kannski er það sterkara ef fólk auðvelt með það ef það hefur verið vanist í sko í barnæsku hún kom til mín kona sem sagði að það væru sko náttúrubörn hún tryði því að við værum öll náttúrubörn að það maður bara vendist í og gæti lært það sko, og þyrfti að læra það raunverulega og svo sækir fólk þetta sko mismunandi hátt þú veist eins og bara að fara í ykkur hjólaferðir eða þú veist eða bara já að labba hálendið eða allt þetta þú veist kannski eignast það kannski setna á lífsleiðinni heldur maður gerir sjálfur þú veist en ég manlega eftir að hafa verið í MR og svona komin til Reykjavíkur og ég þurfti bara stundum að fara upp í sveit og eftir á að hyggja þegar ég fór svona skoða meira allskis varðandi bara orku og hvernig mann líður og allt þetta þá var það bara jarðtenging bara leið til að jarðtengja að ég svona þú veist af því orka mín fer hratt upp í loft sko að náttúran bara ok, þarna er ég með báða fætur á jörðinni og þú veist neglist ofan í moldina og hérna ég þannig, en ekki bara eitthvað alveg út allt sko En er það kannski að fara í göngutúr með hund eins og þú segir sko þá leitar uppi sko grænsvæði svona og einhver þá svona aðeins leitar uppi einhvers konar náttúru inn í borginni fullkomlega sko og svo líka bara hreyfingin sko mér er sagt að eftir 40 á maður að vera í göngutúrum og lifta Já, og ert þú að lifta? Ég get ekki sett sér að lifta en ég fyrir ræktina að kannski meiri svona meiri meðdund það í svona síðasta árið heldur en áður og bara þegar þú missir einhvern heilabilun að þá þú veist, fer maður alltaf að pæla í skilju hvað er eitthvað sem hægt að koma veg fyrir og hreyfingin er rauninni eina sem að svona markvisst er hægt að segja að hægja á öldrun eða þannig þannig ég reyna að taka því ég er svona hét mér því svolítið ok, ég ætla að reyna að taka því smá alvarlega af því ég var ekkit endlega í mikill svona reglulegri hreyfingu og ég þú veist það kom tímabil þar sem ég er ekki sko en ég finn það alveg, ég held að það sé satt með konur og eftir 40 og lifta og það er bara meika sens líka þú veist að maður er með sterkar líkama þá bara endist maður lengur Já en er það líka gott að fyrir sko að þessi rannsóknanda með heilabilunina er það gott fyrir heila þess að líka að hreyfa sig líka Já, bara fullkomlega það er bara vekur bara svæði í heilanum sem að og meiri sé að það sem er verið að reyna að gera með þunglyndislyfjum ef þú fer og liftir, þetta er bara beintenging vöðvarnir dæla miklu meiri efni heldur en þú tekur í
í lífinu sko. Þannig að þetta eru bara nýja rannsóknir og en alveg bara svona spot on, þetta er bara svona besta meðalið okkar hreyfingin sko. En þú svona lýsir í núna nokkru sinnum að þú sért eins og þú varst lítil stelpa og fannst þetta dagbók að þú hefði farið á næsta bæ og vakið vinkurinnar upp og farið að reka kýrnar og svona og að þú eigir til að verða svona hvað eða hátt eða hvað kallar það hröð fjall ekki verk úr hendi sagði einhver, ég alveg já, ok, það er gott En áttu ekki til að verða svona eins og fara yfir í hinn áttina svona Jú, sko, ég finna hreyfingi skipt til dæmis rosalega miklu máli þarna sko og bara virkni eða hannig og jú, ég meina ég bara þú veist, ég gengi gegnum allskins áfall sem ég þurfti að takast á við og dali og dældir og eitthvað en ég hef svona mér búið gefa til að lenda á fótunum sko í gegnum svoleiðis og stundum minna þegar mamma deyr þá var ég alveg örmagnað því ég var búin að vera eignast 2 börn og sjá hana í hennar veikitum og ég bara líkamlega örmagnaði sko, það sem sumir myndu kalla kannski burnout eða en og þá var ég bara heppin að vera sjálfstæðandi og geta svona hægt byggt mig upp og þá til dæmis hefði ég ekki geta að fara út að hlaupa í ræktina eða eitthvað, ég fer ekki út að hlaupa reyndar en þú veist, ég gata alltaf áður og þannig að það hendur ekkit alltaf skilu, þú veist, ég alls ekki að mæla með því að fólk sé eitthvað í botni alltaf, þú veist, bara hlustin og sjálfan sig hvar maður en ég finn það allavega að þú veist, bara það að vera í skemmtlu verkefnum og halda mér svolítið á hreyfingu hvort sem það er bara með því að vera með fólki og í verkefnum eða þá að fara í ræktina þú veist, en ég finn það allavega svona janúar, febrúar svona mánuðinir það er bara heimin og haf ef ég er hreyfingu eða ekki þú veist, af því að skammdegi fer ekkert svaklega vel í mig og og svona með árunum og það er líka heila dæmi að það er bara efnafræðilegt að við erum bregðumst verð við myrkrinu með árunum sko og þetta er allt ykkur efnafræði sko og ég bara, af því mér fannst alltaf svo gott að vera í leikhúsinu heppin og næsta janúar verði ég í leikhúsinu að mér fannst alltaf svo gott að vera í leikhúsinu í janúar, februar af því að þá fer maður inn í bara rosa lýsingu og byrtu og svona gleði einhvern veginn í góðum félagskap og svo ég fundi að þegar ég er ekki í leikhúsinu í janúar, februar að þá bara hreyfing þú veist, þérsta gleði þegar maður er svona sjálfsveitarandi sko af því að stundum það maður bara mæta sjálfsveitar á skrifborðinu þú veist Svo er náttúrulega bara að koma hreyfingu á hlutina líka, maður hugsa eins og með listina. Það er náttúrulega eitthvað svo mikil gerjun og það er oft verið að taka í einhverja þræði eins og segir í heimild að það eru gleymdar sögur sem er verið að einhvern veginn að hleypa fram í dagsljósið og Og þessi orkutíðni bara sem er í gegnum hreyfinguna, maður hækkar orkutíðnina í hreyfingunni sko. En þegar þú skrifa bókina sko mömmuðina, fannstu þá beinleinis fyrir þessari svona þú veist, endurnýjandi orku eða þú veist, þessari svona, hvað þetta er einhvers konar áfalla úrvinnslu eða svona lækningamætti skriftana Já, bara svona að það vera ekki að burðast með þennan póka lengur eða þú veist Já, fannstu það að létta mömmuðinni? Já, það létta mömmu sko það var bara pínulegilegt að það var svo stuttur tími frá því að það er að örla á þessum veikitum þegar við gerum bókina en hún náði samt að njóta þess sko og hún talaði svo mikið það sjálf, hann bara, vá, þú veist, bara ég bara ekki einu svona pæl í þessu, ég bara allt, þú veist, það var svo rosa mikið frelsi fyrir hana og henni fannst þú svolítið skulda bara öðrum sem höfðu þorað að segja þessa sögu. Þannig hún er kannski dáið sáttari eða svoleiðis, getur ég vona það. Já, allavega þú veist, það var ekki skömm sem að fylgdi einhvern veginn þessu svo svakalega, þú veist, þótt að ég hef ekki upplifað hana sem mannesku sem væri endilega burðast með skömm að þá samt innra með henni var þetta alltaf ykkur farangur sem henni fannst hún þurfa að fela fyrir öðrum eða einhvern veginn, og svona hrædd við dóma og þú veist að þetta fólk myndi eitthvað, þú veist, þetta var bara alltaf þessu umræða líka og svona, þannig að í því tilviki algjörlega. En léttur þú líka af þér svona óttanum við, sko fannst þér eins og þú eðir kannski svona hreinsa þetta eitthvað, þetta er eins og okkur álög eða svoleiðis, ég veit ekki hvernig orða. Já, þú veist það bara að þurfi ekki að burðast með leyndamál, þú veist, næst þið bara, hún er búin að vera að burðast með leyndamál og svo afhendur hún mér það og ég var ekki frjáls til að tala um það og En hún gefið þér leyfið? Já, svo gefur hún mér leyfið 10 árum seinna í rauninni, þú veist, að því að þetta var svona, þetta var svona en ekki segja neinum, þú veist, og það var bara of þungt leyndamál til að Þannig ég sagði bara öllum.
Já. En finnst þér sko, en ég að hugsa sko, þú hefur ekkert verið svona hrædd að börnin þín eða börnin kringum þig, þú hefur ekki farið að sjá óttast mögulega misnotkun einhvern veginn eða svoleiðis. Nei. Þegar þú séð þessi munstur og... Ég man svo einu sinni ég var að vinna á leikskóla, þá var ég voðalega hrædd með eina stelpu, sko. Eða þú veist, sem að ég vissi ekki alveg, þetta bara út af mínum sjónarhorni eða ekki, sko. En nei, kannski, ég pæli ekkert í þessu núna, sko. Og það er kannski bara það tilganginum náð einhvern veginn. Já. Að þú veist, þetta er bara, maður náttúrulega veit það bara samt að ef við fjöllum ekkert um þetta eða tölum ekkert um þetta, að þá þrífst þetta. Þetta þrífst í þögninni. Og ég kannski er ég, mamma var alveg súper svona ofverðandi við mig varandi, þú veist, þegar ég var að, þú veist, nálgast og, já, bara mjög lengi að sleppa með tökunum, sko. Já. Hún var skítrætt, sko. Þannig í rauninni, þegar ég fæ þessu upplýsingar, þá var svona, ok, nú get ég haft umburðulendi fyrir því hvað þú ert búin að ofverða mig, sko. Já. Og Þú áttaðir aldrei af hverju hún? Nei, ekki fyrir en ég 23 hún segið mér þetta, sko. Já. Og þá skildi ég svona, já, ok, þú veist, og af því ég var svona kannski eitthvað staðar, þú veist, ég treysti mér miklu meira til að gera heldur en ég fann ég gat lagt á hana einhvern veginn. Já. Og já, þannig að, þú veist, ég myndi kannski, ég veit ekki, ég held líka stundum með maður líka eins og þú ert að segja með eitthvað skynjara, þú veist, að ég myndi ekki treysta öllum fyrir börnunum mínum kannski, en ég er ekki að pæla í þessu, þú veist. En ef hún hefði ekki sagt þér til dæmis, það er náttúrulega svona einhver saga hvað ef og já, er ekki hægt ekki náttúrulega hægt kannski ímynda sér það, en heldur getur þú samt reynt að ímynda þér það? Myndi þetta vera eitthvað svona kannski að trufla eitthvað þetta ósagða eða það er sagt að þetta hafi ykkur áhrif, sko, en maður veit ekkert með hvað hætti kannski, en ég held bara aðlega þá var þetta erfiður skóli en gaf manni meiri þroska og kannski svona, já, kannski stærra sjónarhorn heldur en ef hún hefði ekki sagt mann þetta og meiri skilning á henni kannski sem maður hefði samt aldrei, ég hefði aldrei sett spurningamerki við, skilur hlutina, þú veist, ég held ég viss allt og já, þetta er svona, það er eiginlega ekki hægt að ýmsa hvernig það hefði verið ef það hefði verið ekki, en þá hefði bara haldið samt að ég þekkt hana inn og út, sko, þú veist. En svona varandi að þú talaður um að því þetta er áhugavert að svona starfa á mörkum eða starfa með, rannsaka þessi mörk, þú veist, sannsögunar og heimildarna, sannleikans og skáldskapar og svoleiðis. Finnst þér svona, ég veit ekki, ég allavega manni þegar, nei, ég veit ekki hvað að segja, þetta er eitthvað svo stór spurning sem ég ætlaði að spyrja. Hún er eiginlega hvarf frá mér, spurningin. Það var eitthvað það, sko, og það svífur hann upp. Já, hún var eiginlega það hvort að, sko, þetta með leyndamálin, sko, og skömmin á leyndamálin og svoleiðis. Já. Trúirðu, leggurðu kannski þar með mjög mikla áherslu á það að segja sannleikan sjálf og létta af öllum leyndamálum og vilja fá að heyra sannleikan, eins og frá börnunum og vinuðinum eitthvað svona, eða ertu bara róleg, þetta er svolítið svona stór spurning. Ég er svona persónulega. Já, svolítið of persónulega. Ég held að ég vinni svona hratt úr hlutum með því að tala með þá, sko. Já. Og en ég er ekkert sérstaklega að leita eftir þessu, þú veist, maður kannski gera það ómeðvitað, en þú veist, ég hef svona, vorum að hlæja þessu að því við erum að byrja að vinna þetta leikrið núna og það var eitt leikarinn bara, ég er búin að segja þér meira heldur en bara öll þessi 5 ár sem við erum búin að pæla í þessu verkefni eða eitthvað og ég finna unnstyrnið þannig líka, ég sagði honum bara alla mína ævisögu að þú veist, stundum kannski það er mismunandi hvað fólk ábyggilega hefur áhuga á eða eitthvað, en svo kannski eins og oft í þessum fjölmiðlum, maður er kannski með vakandi áhuga á fólki og sögum þess og að þess að ætla eitthvað að forvitnast en kannski er bara, þú veist, ósýrlátt bara, já, en hvað, en það og eitthvað, ef maður hefur áhuga á fólki og þá kannski fær maður oft svona sögur í fangið sem manni finnst áhugaverðar eða, já, sem maður kannski finnur svo eitthvað farfið fyrir, sko og svo hef ég alveg bara áhuga líka á skáldskap en það er svo oft einhver sannleikur undir fólk er að nota svo oft sjálfan sig bara með einhverjum hætti, þú veist, einhvern hluta sjálfan sér
maður getur verið svo marghliða líka. Já, svo kannski líka einmitt það að segja söguna, það er ekki bara sagan kannski sem er áhugaverð, heldur hvað sagan kallar á eða formið hverju hún breytir, eða hverju hún kemur af stað og hvað gerist þegar einhver ákveður að segja söguna og hverju það einhvern veginn breytir og það er líka kannski svolítið áhugavert að það getur verið svolítið það er kannski bara eiginlega ekkert hægt að segja nákvæmlega hvernig á að segja einhverja sögu algjörlega sannleikarum samkvæmt. Þú veist að það er svo opaslega margar jafn sannar kannski leiðir til að segja eina sögu. Og bara eins og mamma segði hún sá bókina, bara já, þetta er einu útgáfa að lífi mínu. Þú veist, það rúmaði ekki sko, nema litlu táskilur, þú veist, af því að mér fannst einmitt bara svona, já, skrifa svona dramatíska bók og mamma er samt bara alltaf léttust á því og bara eitthvað lengst í partíinu og þú veist, eða skilju, þú veist, þannig að það er maður er alltaf bara að velja eitthvað þátt til þess að, já, til að stækka í því sem maður er að gera og og þú veist, einmitt, svo geta hugmyndir koma hvaðan sem er, það þurfi ekki að vera upp úr einhverju sem gerðist í alvörunni eða þannig, sko og og mér finnst bara spennandi að líka aðlaga bækur í eitthvað annað form og svona bara heillast á sögum annara sem, já, er búin að leggja á sig kannski þann hausverk sem að felst í því að bara hugsa alla þræði sögunar og reyna að halda listanum við efnið og ég hef svona alveg bara frá því ég var mjög ung alltaf, já, ok, þetta getur verið góð bíómynd eða þetta getur verið góð, en svona alltaf er svona framkvæmdin í því að finna formið að felur í sér svona mikla vinnu við framleiðslu þáttinn. Ég stundum hugsaði maður núna hvort það sé ekki mikilvægt að kynna að leyfa börnum til dæmis og líka fullorðnum að taka þátt í öllu ferlinu, skilja hvernig einhver saga verður til eða hvernig einhver viðburð verður til eða einhver framsetning eða einhver frétt, að við kannski þurfum á því halda núna þegar við fáum svona, við neytum svo mikils efnis, skemmtiefnis, afþreyingarefnis og listar og svo frétta og einhvern veginn náttúrulega kannski allt þetta við svona bak við tjöldin sem á sér stað. Já, bara einhvern veginn við náum að greina, þú veist, hvað það er, þú veist, mitt sannleikur, byrju þessi frétt, er hún, þú veist, hvernig, hvaðan kemur hún og hvað er hún búin að, Svo held ég meira segja að það sé svona, þau alast upp við eitthvað svo allt annað en við, sko, að ég held að það sé svolítið, já, ég held að það sé svolítið glögg á þetta, þú veist, ég var svo mikið að hugsa þetta fyrir kannski 20-30 árum að það verður að kenna gagnrýna hugsun og passa, þú veist, ég held að þau séu lúmst svona, já, maður ekki trú öllu sem er internetinu að þau alast upp bara við allir þessa vitleysu, sko. Já, það er náttúrulega einmitt, þau eru vön því að þau er bara vitleysugangur. Já, og þau fatta að þetta er presentasjón á einhver, þetta er einhver sem er að matreiða. Já. Og svona, það er mjög algjört með unga stráka að vilja vera YouTube-stjörnur, kannski 6 ára eða eitthvað. Já. En svo einmitt þá hugsa ég að þú veist, það er alveg vinna samt, sko. Já. Þú veist, það er svona að er mjög gaman fyrir krakka að fá að kynna svona ferli, sko. Þú veist, það er einmitt minn eldri ég verið að senda hann svona á leynileikhúsið og dýnamík, það er sviðslistaskóli. Af því ég veit bara að leiklistin einmitt gott fyrir alla að læra það en það er ekkert til að starfa við það. Þú veist, af því að það er svo mikið lífræn nálgun og svona það er náttúrulega bara frásagnir, það er að búa til sögur, söguversmiður, en mér á svo fyndi að hann fór, sko, að hann var vanur bara frá því hann var lítill að vera í leynileikhúsinu og þar er bara allir á sínum fórstum og hann var bara að leika hund, sagði ekki neitt, sko, bara mjög sáttur, svo næst bara hund sem sagði voff og svo jólasvein sem sagði svolítið, eða þannig, og svo fór hann eitthvað annan námskeið þar sem að var verið að setja upp leikrit og hann bara, mamma, það hefur verið að stela leikriti. Það hefur verið að setja upp bendit búal, það er búið að gera það áður og fannst það bara fáraleg hugmynd. Það væri ekki verið að frumsemja, hann fekk ekki taka þátt í að búa til söguna frá grunni og flytja hana þannig. Og mér fannst það svo skemmtilegt að því að þá væri bara ok, hann er bara búin að fatta það þarna, að hann vil gera nýtt. Af því að þú veist, náttúrulega leikhúsið er svo mikið svona verið að gera nýja túlkun á Shakespeare eða þessu með hinum endalaust oft, skilur en það sem við erum kannski spennt fyrir það er bara svo erfitt að skrifa fyrir leikhús en þú veist, við viljum sjá eitthvað nýtt líka og
og mér finnst þetta bara svo, já, þú veist ekki það að hann sé alltaf að fara inn í þetta, en þetta var svona alveg skýrt sko, og þú veist sviðslistaskólinn, dýnamík, þar ertu líka að læra svona eitthvað texta og vituna, en á sumrin þá færði það búið til sjálfur og hann vill fara á þessu sumarnámskeið, og við vorum að horfa á eitthvað, búin að vera 4-5 daga og þvílík morsa úr IKEA sem að þau sett á svið hana og maður bara, maður er svo gaman að það sé hægt fyrir börn að kynnast því að segja sögur með svo mörgum hætti. Það er svo margt í boði fyrir krakka núna af allskinn svona og einhver stuttmyndasmiður og hitt og þetta. Af því að það er svona til að vega upp á móti neyslunni einhvern veginn. Já. Af því að þessi YouTube neysla og þetta sem að bara ábyggilega hefur áhrif á að til skáðuna mann sko og einbettinguna. Já, sem einhver aðrir er búin að búa til leikin og þú átt eða bara ná einhverju svona árangur inn í einhverjum annar leik eða eitthvað svolítið. Ég get nú ekki líst í alveg, nei. Nei, þannig að þú veist eins og bara að reyna að nota þá frekar símana til þess að taka upp mynd og svo læra klippana. Þú veist bara aðeins eitthvað virkni. Já. Þannig að ég sammála þér þessu sem þú starst upp á. Hvert erum við núna komin á hvaða hringtorg erum við svona komin í? Þarf þú ekki að leggja þig? Þarf þú ekki bara að vera einn allar nótt? Jú, ég er ekki allar nótt, nei, ég ætla að vera svona eitthvað fram eftir. Er ekki eitthvað safnast hjá okkur? Ég vona það. Jú, ég er bara ekki búin að kíkja á. Þú verður að fá nýjustu tölur. Já, fá nýjustu tölur. Ég veit að það eru komin sko bara margir nýjir áskrifendur. Er það ekki? Og svo margir einhvern veginn búin að senda góða kveðjur og komið kleinur og súkkulaðikökur hérna fram, ótrúlega fallegt og gaman sko. Já, og mikið tröst sem okkur er sýnt, verið að segja. Já, gott. Þótt að sé einhverja svona vantröstsbombur hér og hvað. Já, það er verið að leysa það, ekki? Jú, við erum ekkert að pæli því sko. Nei, það bara, maður finnur það bara hérna heima, þú veist, það bara munar hvern fjölmiðil, ég meina, Fréttablaðið fór allt inn og það, maður fann alveg fyrir því að það væri svona, maður vill hafa. En það er líka mér finnst gaman við þetta borð hérna sko, að það er svona eins og það verður til ákveðin hefð smám saman, þú veist, það safnast einhvern veginn upp ákveðin svona reynsla hérna með tímanum að svona hvernig er áhugavert að ræða málin og það er svona, þetta er þróunarverkefni sem að hlustendur og þáttakendur, því náttúrulega mjög margir held í hlustendur koma hérna einhvern tímann að borðinu og taka þátt í samræðinni. Það er alveg svakalega margir sem koma hérna að borðinu. Og það er kannski svolítið svona afslöpu umræðina, svona svolítið eins og podcast, eða þú veist, núna erum við svolítið að tala vítt og breytt og ábyggilega allir komu og geði á allir sem er að sinna tjók. Nei, við erum búin að vera svolítið lengi líka, en það er líka mjög gaman. Ég var nú heppin að þú skildi koma til mín að því að það er alveg við erum búin að vera svo alla stund. Ég veit ekki, ég er ekki með. Nei, það er svolítið erfitt að átta sig á. Einn og hálfan tíma. Já, þú sagðir 1,5 en helgispjöllin eru sko, en þau eru ekki alltaf svona seint á kvöldin. Nei, þau eru yfirleitt á morgnana sko. Já. Þannig að ég veit ekki hvort við eigum kannski bara að í maraþoni það má vera sem sagt 5 mínútan pása á klukkutíma fresti. En ef við erum búin að vera 1,5 þá er spurning hvort það megi ekki vera 1,5, hvort það megi þá vera 7,5 mínúta, eitthvað svo leiðis, pása. Ég veit ekki, hvað segir þú Pétur? Það er nokkra mínútur. Já, við erum búin að vinna okkur inn smá pásu. Var þetta auglýsingarhlé eða það var svona bein lýsing á? Það er ekkert margar auglýsingar. Við erum náttúrulega líka, eins og manni finnst nú kannski leiðilegt að hlusta mikið auglýsingum á öðrum fjölmiðlum oft, eða svona, þá erum við á þeim stað að við óskum eiginlega bara eftir auglýsingum svona. Hvort einhver vilja auglýsa hjá okkur. Við lesum auglýsingarnar sjálf svona og þannig. Já. Daldið hérna. En þú ert að fara að flytja út á land. Nú get ég snúið eins og við, sko. Já, en ekki fyrir áramótin. Áramótin, þannig að ég vona að ég geti nú einmitt setið hérna því mér finnst þetta alveg óbáslega skemmtileg vinna. Já. Og gaman einhvern veginn. Á vel við þig. Já, óbáslega skemmtilegt. Hvert einasta viðtal og hver einasti dagur er mjög skemmtilegur hér. Og við erum bara mjög metnaðarfull í okkur, þótt við séum fá, þá við hérna ofslega dugleg. Já, ég veit það ekki, við allavega bara fá, þú veist, bara með það er alltaf eitthvað, maður finnur svo sem alltaf að það maður langar alltaf til að tala um eitthvað, sko. En alltaf að spinna eitthvað?
þetta er bara svona fyrir næturvakt, en ég hugsa mér ef að þú veist, núna náttúrulega það er ansi margir sem eru að fara að mæta hérna. Já, hver er að fara að mæta? Vonandi. Veistu það? Ólafur Arnalds. Já, Ólafur Arnalds alltaf að koma og spila á gítara, því við erum eiginlega, höfum ekki haft peninga til að borga, við getum ekki spila tónlist og borga stefgjöld eða þannig, en það má náttúrulega koma og flytja lifandi flutning, já. Fékk hún leigubíl, ætlaði ekki panta leigubíl fyrir hana? Já, býttu nú við. Svo er hérna, það eru bara, býttu nú við, svo er ég með sko út á, það er ýmsir að hérna alltaf vera með okkur á Zoomi líka. Já, okay. Út heim og hérna, en ég eiginlega spurði það sem voru sko Ítalju, það er ekki alveg nógu mikill tímamismunur sko. Já. Þannig að þeir svona eru orðnir þreyttir líka. Hverjir eru á Ítalju? Og ég ætla ekki að segja. Eitthvað sem vorst að reyna að fá í þáttinn. Já, það er bara svona, þetta er náttúrulega raunverulega svolítið fyndið sko, að vera að búa til svona óvissu leikhús raunverulega, eins og núna, maður veit ekkert hvað verður í nótt, en það kemur einhvers konar tröst. Ætlarðu bara að hringi fólk á miðnætti innan að koma? Já, en ég held bara samt að við hérna, Marja Lilja er búin að sko boða alveg ýmsa til að koma og það ætla hérna miðnætti koma til mín þrjú ungmenni sem hafa bara þrátt fyrir ungan aldur frekar mikla reynslu af því að reka listamannsreiki rými og reka svona og búa til festival og nei, þau eru bara í Smekklis og Mengi og hátíðinni sem er á Borðeyri og það er alls konar svona já, það er eiginlega nokkur ungmenni sem eru með dálítið mikla reynslu af og telja það sem mikilvægt að einmitt, það er svolítið það sem þú ert að tala um sko, að búa til. Já, þannig að þetta er alveg svolítið þema hérna. Já. Í þessari beinu útsendingu. En þetta er bara, það er svona, einmitt, það er svona vantar okkur lobbyista sko, því að þarna er svo mikil svona frumsköpun og við viljum frumsköpun og ef við einmitt eigum að finna þessu annað form heldur en bara að setjast niður og skrifa bók af því að við getum gert það þá þarf alltaf þessa pening þannig að maður svona gott að þessi krakkar sé að gera nýja hluti sko. Og þau voru mjög til ég sko koma að tala. Já, mjög ég var að hlæja þig þegar þú veist að reyna að draga mig hérna, þú veist að mér finnst alltaf ekkert mál að koma ef ég er að kynna eitthvað sko og svo þegar maður er að koma svona til lofti þá er ég bara, segi ég oftast nei sko af því að þetta er svona en ég man eftir líka þegar ég var að vinna sem blaðamaður og þá var sum blaðamenn bara því er ekki að segja nei eða alltaf að fá að kynna eitthvað hérna setna man eftir þessu sko þannig að maður svona reynir að vera hlýðin við blaðafólkið sko þegar maður vill að þessir fjölmiðlar líka haldi velli sko. Já, maður fattar það allt í hennu, þetta er ekkert eitthvað svona, maður verður bara að vera jákvæður út í alls konar projekt kannski einmitt, en þakka þér kærlega fyrir að vera svona jákvæð fyrir því að koma í bara langt persónulegt spjall með litlum fyrirvara og að því Hilmir Snær ætlaði að koma hérna og við vorum búin að auglýsa hann og svo hérna forfallaðist hann og en hann er líka með svo lítið barn sko, hann þarf að vera heima og sinna því. Þannig að ég var alveg óbúslega ánægð að fá þig hérna loksins og oft búin að biðja um að koma og tala við mig. Gaman að hitta þig, það er svo langt sem við höfum hist. Já, mjög skemmtilegt og einmitt að því að maður kannski er nú svolítið mikið í vinnunni þá er bara allavega sniðugt þegar maður getur líka náði að spjalla við vinni sína og hérna endurnýjað kynnin í beinni útsendingu. Og maður finnur það er dálítið skrítið svona hvað maður finnur fyrir nærveru það er svolítið dularfullt sko maður finnur dálítið fyrir því að það er ekki beinlíni svona einhvern veginn en það er eitthvað svona notalegt að það sé hugsanlega einhverjir svona með okkur hérna hlustendur og áhorfendur minnst það svona einhver notaleg nærvera mun að við erum ekki bara tvær annars hefði þetta orðið miklu grófara spjall hugsaður framhaldinu ég þakka þess vegna hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í þessu spjalli
og bara vera mjög nærverandi með okkur í þessu spjalli og vera með okkur í þessu marathoni og í þessari söfnun og við erum að gera þetta ekki bara gann okkar heldur og ekki til að glenna okkur hvað við getum verið lengi heldur svona erum við líka að svolítið að reyna að vekja máls á mikilvægi fjölmiðla, mikilvægi þess að efla umræðu á Íslandi og einmitt vera kannski efla ákveðna svona leikgleði og sköpunar kraft í samræðunni svona til þess að vera ekki bara alltaf eitthvað hjakkast og þá var nú gott að fá þig kæra Þóra Karítas Árnadóttir til leiks þannig ég þakka þér hjartanlega fyrir að koma að Rauða borðinu í helgispjall. Takk fyrir mig Og ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að vera með okkur og þakka auðvitað ykkur líka öllum fyrir sem hafa gerst nýjir áskrifendur. Það er náttúrulega stórkostlegt og fyrir hinum sem eru búin að vera áður áskrifendur. Og sumir hafa ekki efna að vera áskrifendur, þá eru þeir kannski líka hjálpa til að segja öðrum frá og svoleiðis og bara með því að hlusta á þannig. Segðu það á Samstöðinni.